2019 sem hafa verið að vinna í því að útfæra reglur fyrir gæðingafimi þannig að það séu aðgengilegar og auðskiljanlegar og líka að það sé hægt að fara að keppa eftir þessu á Íslandsmóti og reyna af því að gæðingafimin er orðin mjög vinsæl og fólk hefur mikinn áhuga á öðruvísi keppnisgrein heldur en hringvallagreinar og skeiðgreinar fyrir íslenska hesta sem endurspeglar aðeins meira þjálfunum sem í gangi í dag. Og þannig að við erum að sjá fyrir okkur að Ísland verður leiðandi eins og Ísland oft í íþróttum á íslenskum hestum að verður leiðandi með þessa keppnisgrein og við erum búin að vera núna saman starfshópur eða starfsnefnd sem höfum verið núna í örugglega 2 ár eða eitthvað svoleiðis að undirbúa þetta og í dag sem sagt kynning á greinin sem var samþykkt í haust á þingi LH og við munum hafa síðan klukkan 12:30 þá mun vera íslenskum tíma, þá mun vera prufumót með, ég held að séu 10 knappar á öllum stigum, ég ætla og kannski hvað við með stig, ég ætla að sjá hvort að ég get ekki deilt með ykkur. Svona. Svona. Já, það sem sagt heitir þá gæðingafimi LH og ég kynnir þetta sem sagt fyrir hönd LH núna í dag. Nú sagan kannski bak við þetta, ég held að nafni gæðingafimi hefur sjálfsagt komið til svona kringum aldamótin. Hugmyndin að þessari keppnisgrein sem að þróast og hefur verið að þróast ekki alveg klára hvernig hún byrjaði en allavega svona opinberlega þá var keppt í fyrsta skipti eitthvað sem líktist þessu í gæðingaíþróttum 93 af Vindafellum. Þannig að það svolítið og þá var keppt á opnum hringvelli þannig að við gerum líka ráð fyrir því í okkar keppnisgrein að það sé hægt að keppa út í þessu. Það hefur síðan verið í þróun próf á hólum til dæmis sem að heita próf í gæðingafimi. Gæðingafimi byrjaði 99 í meistaradeildinni þar sem að Örn Karlsson var forsvarsmaður fyrir að setja það af stað í deildina sem hann líka hannaði. Félag tamningamanna hafa notað þessi hugtaki gæðingafimi í sínum prófum líka meistarapróf sem var svona það bil 2004, ekki alveg klára ártöluna. Og Hólaskóli líka hannaði gæðingafimi sem keppnisgrein 2011 og þetta eru það sem við erum búin að vera með aðeins til skoðunar og líka síðan parafimi Suðurlandsdeildar aðeins líka svipað. Þannig að við erum búin að taka svolítið saman mismunandi hugmyndir og reyna að búa til keppnisgrein sem að höfða til allra eða til margra allavega. Og markmiðin með þessu, getið fundið linkin inn á reglurnar eins og þær eru núna og við munum prufukeyra þessa reglu núna í 2 ár var hugmyndin. Við munum samt hafa þetta aðeins lifandi þannig að ef að koma fram einhverjir greinileg gallar á þessu og þá þarf náttúrulega að stökkva til og breyta og munum vera með allavega einu sinni í ári eins og næsta haust að þá örugglega endurskoðum við reglurnar. Og líka í framhaldi á þessu móti núna þá þurfum við aðeins að skoða bara hvort að þetta virkar ekki allt saman. En markmiðið sem sagt að sýna vel þjálfaðan gæðing á listrænan hátt og það kemur fram í skjölunum og þá líka viljum við gjarnan fá tónlist undir sem að knappinn velur sig og sem að hans telur að sé hæfir sínu prógrami. Knappinn hefur hámarkstíma til að sýna hestinn sinn. Og keppnin skipt niður eftir erfiðleika 3 stig og ástæðan fyrir að þessi píramidi hérna uppi það vegna þess að
að þetta eiginlega hugmyndin bak við hvernig við þjálfum íslenska hestinn, hvernig það byrjar og heldur áfram og hvernig það endar á sko söfnun og yfirferð. Þannig að við erum búin að skipta þessu niður, þessi stig, þannig að það er hægt að byrja einhvers staðar og síðan verður keppnin erfiðara með tímanum. Knapinn hann sýnir að minnsta kosti þjálfunarstigið sem að tilheyrir hans erfiðleikastig, en það á samt ekki vera takmarkandi. Og það sem hugmyndin með það, að það að til dæmis, skulum segja að þú sért eiginlega bara komin ekki mjög langt svona með við þeir allra bestu, en þú getur samt á einhverjum sviðum verið betri, en svo til dæmis þú getur kannski riðið skeið þá þú sért eiginlega ekki komin lengra heldur en að geta riðið krossgang til dæmis, þannig að þá áttu að geta sýnt það líka. Og það var svolítið uppleggi að reyna að hafa þetta svolítið frjáls, þannig að fólk getur sýnt vel hvað býr í sér og í sínum hesti. Þetta var skipt svona niður, þannig að sko frjáls og sveigjanlegur. Já, sem sagt að þjálfunarskalinn byggt upp eins og við hugsum þjálfun hestsins á mörgum mismandi lögum í rauninni. Það fyrsta sem þurfum að hafa það að hesturinn sé rólegur og eða einbeittur, að hann sé ekki að reyna að flýja knapanum eða sé hræddur við hann. Að hann hafi aðeins hreyfi og það leiðir af sér að hann hreyfir sig taktfast og hann getur farið að einbeita sér á hvert hann á að fara og hann fer að sækja þá leið sem að knapinn beinir honum. Það þýðir bæði það að hesturinn óheftur og hann sé ekki með blokkeringa í skrokknum, að knapinn ekki að stífa hestinn á neinn hátt. Og sveigjanlegur þýðir í rauninni það líka, það hreyfing í gegnum hestinn, hreyfing í bolinn á honum og hann sé einmitt heldur þessi frelsi en knapinn fer smám saman að gera hestinn enn sveigjanlegri og þjálli. Þannig að líka ábendingar skila sér í gegnum hestinn, bæði í gegnum tauminn og sæti og líka í gegnum hvatningu, mótspyrnulaust. Og samspora í rauninni bara það að hesturinn getur gengið með báða fætur, með hægri fótapar og vinstra fótapar fram og aftur á sömu sporalínu og hann sé jafn sveigjanlegur til beggja handa og það náttúrulega eilífðar markmið allra knappa. En allavega hann getur riðið honum, hvort sem það sveiðuspori eða beinuspori með fæturnir í sömu stefnu. Kveldur, það að hesturinn byrjaður að hvelfa yfirlínuna, komin upp með bakið sem er nauðsynlegt til þess að vinna á móti þegar knapinn situr á honum og til þess að gera honum kleift líka að hreyfa sig vel. Og þar kemur í rauninni líka hugtaki kannski meira við taum inn, að hesturinn þarf að vera við taum. Þó að það getur svo sem komið fyrir líka. Og kraftur og fjæðurmagn, þá getur knapinn búið til meiri orku í hestinum og vegna þess að hann svo vel þjálfaður, þjáll og hann farin að geta haldið bakinu betur uppi, getur sem sagt verið kveldur, að þá hægt að bæta við meiri kraft í hestinum og þessi kraftur mun skila sér eiginlega upp, getur maður sagt, bæði í því að reyndar að afturlutin sé virkari, þannig hesturinn er tilbúin að taka á, en líka það að framfæturnir þessuna spyrna hestunum aðeins meira upp og kemur meira og knapinn getur eiginlega búið til aðeins meiri orku eða meiri hreyfingar í hestunum eiginlega, meira fjæðurmagn, meira kraft og hesturinn verður hér líka ennþá þjálli í rauninni. Eftir það kemur söfnun og það hefur eiginlega með að hesturinn getur lækkað lend, lyft sér upp á framan, hnakkinn alveg örugglega efsti punktur á þessu tímabili og hann verður, söfnun felur líka í sér að hesturinn gengur hægt og maður sér þetta ofta á hægu tölti til dæmis, sér maður mjög mikla söfnun og núna erum við farin að sjá þetta líka á hægu brokki og ég tala ekki að sjálfsögðu á feti líka að hesturinn lækkar lend, kreppir lend, lyftir bakið, lyftir hálsrótina, reistur, hnakkinn efsti punktur og nefið aðeins fyrir fram á lóð. Síðan kemur yfirferð þar sem að við þekkjum að hesturinn hann á að geta skeiðað, hann á að geta tölt, ekki allir náttúrulega, en hann á að geta tölt hratt. Hestar búa við mismunandi mikla yfirferð en hratt tölt, eða greitt tölt skulum við kalla það, sem aðeins hægara hratt. Og greitt tölt, greitt brokk, greitt stökkjafel og ég tala ekki flugskeið. Þannig að fyrsta stigið, þá erum við að sjá fyrir okkur fyrst og fremst verið að sýna fyrstu 3 atriðin. Stig 2, þá það fyrstu 3, kem aðeins að því hérna seinna líka. Skulum sjá, stigskipt keppni eftir getuskip parsins.
Kem aðeins inn á hérna hvernig þetta skiptist líka eftir eins og þið sáuð á myndinni. Knapi fléttar saman gangtöndum og æfingum og sýnir í einni heild, jafnvægi, þjálfun, kraft og fimi hestsins og það er mikilvægt að hann á að flétta þetta allt saman. Ekki bara ríða eitthvað inn í miðjunni æfingar og síðan ríða fullt af hringjum út á sporárslóð. Það er ein útfærsla. Skemmtilegra er að sjá að hesturinn notar æfingarnar til þess að sýna síðan gangtundurnar og líka maður sýnir með að gera æfingar, sýnir æfingar til þess að sýna að maður hefur ennþá góða stjórn þó maður gerir kannski upp hraða og orkustig. Knapinn á að skila inn lista yfir þær æfingar sem hann ætlar að sýna en ekki röðum þeirra og ég kem betur að útfærslu því seinna. Já, það komir hendur á núna greinilega. Þessi listi myndi líta svona út. Hérna er upplistað allar æfingarnar sem eru í boði eða já, þetta er fyrir, skulum sjá, þetta sé ekki fyrir hérna 3. stigið. Nei, þetta er fyrir 2. stigið væntanlega. Þetta er aðeins mismunandi fyrir hvaða stig það er sko. Og hérna krossa knapinn hreinlega bara við þær æfingar sem hann ætlar að sýna. Og ef hann finnur ekki æfingin sem hann langar til að sýna á listanum, þá getur hann sótt að fá að sýna frjálsa æfingu og þá hreinlega lýsir hann æfinguna, jafnvel með einhverjum teikningum og sendir inn til, og þetta fer allt í gegnum hérna, mótið sjálft, þannig að þú skilar þig inn, mótastjórnin mun bara láta yfirdómarinn skera úr hvort hann má hafa þessa æfingu eða ekki. Og síðan verður fundið vægi á æfingunni ef þetta er á 3. stigi. En þetta er til þess að á þessum lista af því að þetta er alls ekki tæmandi listi fyrir hvað maður getur gert á hestbaki og okkur langar til þess eða keppnisgreinin á að gera ráð fyrir frjálsræði. Þannig að þessi listi er svona af því að þetta er það sem við sjáum yfirleitt. Þess vegna er þessi listi til svona en við gerum líka ráð fyrir að það getur verið meira til. Þannig að hérna er hreinlega bara krossað við og skilað inn og mótstjóri eða mótið fær þennan lista 36 tíma fyrir áður en mótið hefst, kemur sjálfsagt aðeins seinna líka. En á 1. stigi skal sýna fyrstu 3 þrep þjálfunarpíramídans. Hesturinn þarf að vera rólegur en einbeittur, sýna framhugsun og vera taktfastur, frjáls og sveigjanlegur. Þannig að það er 1. stigið. Á 2. stigi skal til viðbótar sýna hesturinn sé samspora og kveldur. Og á 1. stigi skal sýna öll þrep þjálfunarpíramídans. Og í þessu það má sýna upp fyrir sig. Það er að segja, ef þú ert komin á því að það er svo algengt, maður er komin á einhverjum stað með eitthvað sem er bara gott að flagga og sýna. Sko. Það getur verið, eins og ég var að nefna á þann skeið, það getur líka verið, þú ert farin að geta riðið sko, afturfótasnúning á fetið sem er safnandi æfing. Þú ert samt ekki komin þangað að þú getur riðið eins og þarf á 3. stiginu, þá áttu í rauninni að ríða hestunum í burði en allan tíman. Og þú ert ekki komin þangað, þannig að þar verður fólk aðeins að reyna að staðsetja sig, hvað það ræður við. Þannig frekar mikill munur á listanum á þessum stigum. Helstu reglur, og það sem við höfum sem að leiðarljósi, það er að það geta ráð fyrir að það sé pláss fyrir margar hestgerðir og marga reiðstíla. Það er að segja gæðingakeppnishesta, íþróttakeppnishesta, klassískt þjálfaðir hestar, íslenskt þjálfaðir hestar og kannski eitthvað annað, eitthvað nýtt. Þessi keppnisgrein á eiginlega að verðlauna góða reiðmennsku og þjálfun sama eiginlega hvaðan hún kemur. Þannig að það er svolítið verkefni okkar að þessi keppnisgrein endurspeglar það. Skreita má gangtund og sýning með æfingum sem er ekki búið að merkja inn af því við vorum búin að fara yfir þetta blað, sem sagt þú krossa við þær æfingar sem á að dæma. Ef að þið langar til að sýna eitthvað annað, þá máttu það alveg. Það er enginn sem að fer að segja bannað er það og það er eiginlega bara jákvætt. Getum sagt að þú ætlar að kannski ekki. Já, þú ætlar að kannski sýna einhver svona skrautgangur, smá spænska skrefið eða eitthvað svona sem þið langar til að hafa sem skraut. Eða þá að þú sýnir stökk á hringnum, bætir það við stökksýningunni þína til þess að sýna fram á það að þú hefur gott jafnvægi á stökki. Og það getur hækkað til dæmis stökkengun. Eða jafnvel flæði að þú hefur svona aðeins meira upp á að bjóða.
Síðan þessi æfingarlisti, breyta má líka æfingarlisti fyrir úrslit og þurfa þá mótshaldarar og knapar að sýna lipurð eins og kostur er. Af því að það er eftir, þegar maður er búinn með forkeppni, ef á að halda úrslit, að þá er ofta eitthvað sem mann langar til þess að bæta og þá þarf náttúrulega knapinn að vera svolítið tilbúinn á undan að vita að hann mun kannski breyta þessu yfir í þetta og líka að þessa stjórnin sýnir bara lipurð í að reyna að breyta til fyrir knappann, þannig að við fáum eins skemmtilegar sýningar og hægt er. Af því að við viljum gjarnan að fólk lætur reyna eins á það, kannski komið svona aðeins kappi í fólk og þau hugsa bara að ég ætla að gera þessi æfing hérna eða prófa þessi útfærsla á skeiði eða eitthvað og þá þarf það að vera metið inni. Varðandi gangtegundir, þá skal sýna lágmark 3 gangtegundir en tölt skal vera ein þeirra. Ef sýndar eru fleiri en 3 gangtegundir getur það hækkað engun fyrir útfærslu. Þannig við viljum gjarnan hvetja til þess að ef maður hugsa virkilega vel þjálfaður hestur, hann er náttúrulega góður á öllum gangtegundum. En hins vegar þarf til þess að hafa þetta frjálsræði inni en þá er nóg að sýna 3 og það eru bara bestu 3 gangtegundir sem að gilda til engunar, en tölti mun alltaf gilda. Ef sýnd er fjölhæfnileg gangtegund, til dæmis mismunandi hraða í sömu gangtegund eða gott jafnvægi í æfingum eða á sauðu spori getur það hækkað engun fyrir gangtegund. Þannig að dómararnir þeir skrá allan tíman niður engunir fyrir gangtegundirnar en sjá kannski á listanum hann er búinn að sýna frábært frábært jafnvægi á þessari gangtegund eins og þá tölt til dæmis, búinn að ríða fullt af æfingum og tölti og hraðabreytingum og svona, getur hækkað eða stökk, kannski búinn að sýna það í mismunandi útfærslur, kannski á litlum baugum, kannski fram og niður, sýnt gríðarlegt jafnvægi á stökki, þá er alveg tilefni til þess að hækka þá engun. Já, eins og stendur hérna, til dæmis stökk á hring getur haft áhrif á stökkengun, þó það sé ekki merkt við hann sem æfing. Og annað dæmi er til dæmis taumi gefinn fram, það að knapinn gefur tauminn fram, má þess vegna vera einu sinni eða tvisvar, ef þú ætlar að gera það sem æfing þá þarf að vera 3 svar. En ef þið langar bara meðan þú ert á hestunum til þess að sýna það hvað hann er frábærlega léttur og sjálfbærandi, að þá getur þú bara gert það án þess að hafa merkt það inn á listan. Það sýnir bara að þú hefur góða stjórn og og gott jafnvægi. Til þess að knapi sem sýnir ekki skeið hljóti fullan engun fyrir tölt þarf hann að sýna 2 útfærslur á tölti hið minnsta. Þannig að það er bara til þess að við viljum gjarnan hestar sem ekki með skeið, þau þurfa að vera aðeins betri á tölti eða hafa aðeins meiri hæfni á tölti, þannig okkur fannst það eðlilegt að hann þarf að sýna til dæmis, og þar höfum við mismunandi útfærslur, þú sýnir kannski hægt tölt og hraðabreyting eða yfirferð og hægt tölt, getur svo sem sýnt líka millifærð og yfirferð, en það mun alltaf hafa áhrif á heildarsýninguna ef þú ríður bara hratt, reyndar, að þá er það ekki eins gott eins og að sýna að þú hefur svolítið gott sem kannski getur kallað gangsvið, þess að hesturinn getur gengið að sömu gangtegund mjög hægt og mjög hratt og svo allt þar á milli, að það er ennþá betra. Gangtegundina tölt, brokk og stökk og skeið skal sýna minnst eina langlið, skálínu, fjórðungalínu eða miðlínu til þess að hljóta fullnaðarengun og það er til þess að við viljum gjarnan sjá að hestarnir geta farið beint. Það getur verið aðeins erfitt að horfa á gangtegundir ef það er alltaf sýnt að sveigðu spori og sjá virkilega hvað er gæðin í gangtegundinni. Gangtegundur fet skal sýna 30 metrar hið minnsta og ef knapinn sýnir fleiri útfærslur á feti af öryggi getur það hækkað engun fyrir fet og það er kannski svolítið nýtt í Íslandshesta heiminum kannski, af því að við yfirleitt sýnum bara langt, eða það heitir meðalfet, yfirleitt er það nú sýnt langt fet með mjög langt skref, en það eru til svo margar skemmtilegar útfærslur á feti og sem hafa mjög góða þjálfunarlega áhrif, þannig að til þess að opna fyrir það aðeins að sýna mismunandi útfærslur og þær eru nokkrar útfærslur lýstar í leiðaran fyrir gangtegundir sem að þið geti kíkt á líka. Á 3. stigi þarf að sýna fet án stuðnings til þess að fá meira en 8 í engun. Það er svona aðeins viðbótarkrafa þar. Aðstaða og tímamörk. Það er náttúrulega skipta máli. Ekki viljum við hafa of langar sýningar af því að
þá tekur kvöldið svo langan tíma eða mótið svo langan tíma. En tímamörkin verða að fara eftir stærð reiðsvæðis og líka það ef það eru stutt tímamörk þá náttúrulega knaparnir bara í tímaþröng allan tíman og reiðmennskan verður aðeins stressuð og þetta verður aðeins of samanpakkað þannig að maður verður að reyna að hafa rétt, sem sagt með að vega bæði inn. Og það kannski ef við höldum okkur við innanhús þá það ætlast til þess að litla reiðhallir, þannig að 20 x 40 til 50 metrar, að þá það 4,5 mínúta. Ef að höllin orðin 20 x 60 til 80 að þá hámarkstíminn orðin 5 mínútur. Af því að þá bara langliða lengri, það tekur allt aðeins lengri tíma og til þess að geta nýtt alla höllina, annars bara færi fólk bara sýninguna sína inn á miðjuna og ríður bara þar til þess að hafa nógan tíma. En það gaman að nota alla höllina, þá getur maður fengið meiri hraða, meiri hraða til dæmis og skemmtilegri sýningar, stærra svæði. Nú, hringvöllur líka gert ráð fyrir og þar hámarkstíminn 8 mínútur. Og þar náttúrulega vera hringvöllur sem sko með opið svæði í miðjunni og það eru nokkra svona velli til á Íslandi og ég held að það hljóta að koma fleiri af því að það svo gaman að þjálfa svona völlum þar sem hægt að ríða inn í miðjuna, út á sporaslóðina og svoleiðis. En mótshaldari skal gefa út endanlega tímamörk með vallastærð í síðasta lagi þegar mótið auglýst. Þannig að þegar fólk byrjar að undirbúa sig það veit hvaða tími það hefur. Ef knapið fer fram yfir uppgefin tímamörk það fær hann 0 fyrir þau atriði sem hann sýnir eftir það og mun það hafa líka áhrif á náttúrulega flæði. Að það skemmtilegra ef að knapinn getur endað án þess að það sé ekki klárlega dregið eitthvað viss niður en maður veit hvaða áhrif það hefur ef að knapinn að enda sýninguna sína. Nú, fleiri almennar reglur. Knapi skal alltaf leitast við að sýna æfingar og gangtegundir þannig að sjónarhorn dómara sé sem best. Og það verður hann svolítið að meta að sjálfsögðu hvernig hann telur að sé best en það sem getur verið góð viðmið þegar að reyna að ríða alltaf, ríða sem allra flestar æfingar aðeins í áttina á dómarum. Það getur verið aðeins erfitt að sjá hestinn þegar hann fer frá. Þar stundum að fara frá dómarann, annars myndum maður náttúrulega lenda bara alveg ofan í hann ef maður alltaf var í það að honum. En svona æfingar eins og skulum segja opinn sniðgangur til dæmis, yfirleitt fallegra að sjá það líka þegar innri hliðin snýr að dómurum, það miklu auðveldara fyrir dómarinn að átta sig á hestinn, þannig að þú færð réttan dóm sem við viljum öll. Og líka það að það fallegra yfirleitt að sjá innri hlið hestsins í opinn sniðgang til dæmis, sem eitt dæmi. Lokaður sniðgangur getur stundum verið gott að ríða beint í áttina á dómurum, þá sér hann mjög greinilega hvað þú ríður á mörgum sporum. Það reyndar hægt að gera það líka með opinn sniðgang, þannig að ef þú vilt virkilega sýna fram á ég ríð akkúrat á 3-4 sporum og með alveg rétt snið og rétta vingla og með hausina og hestinum réttan og allt, þá getur það kannski virka samfærandi, bara svona smá hugleiðing, en allavega hafa sjónarhornið gott og ekki fela eða snúa bakið í dómarunum þegar maður að reyna að sýna eitthvað, vegna þess að það gefur bara verra dómgæslu. Nú allar liðagangsæfingar, baugar og æfingar riðið á hringnum. Æfingir á hringnum skal sýna upp á báðar hendur. Það bara vegna þess að eitt af stærstu atriðum í reiðmennsku og þjálfun hesta það að gera hann jafnan á hliðar. Þannig og vegna þess að þetta einmitt svolítið keppni í því að þjálfa hest vel að þá viljum við sjá einmitt þetta upp á báðar hendur. Þannig að það lítið máli yfirleitt að fá hestinn til að sveigja sig svona nokkuð rétt upp á aðra höndina en yfirleitt alltaf erfiðara á hina höndina. Þannig að við viljum sjá það bæði speglast. Þess að allt sem gert með sveigju, hliðargangsæfingar, baugar og ríð á hringnum upp á báðar hendur. Æfing þarf að vera greinileg til og hafa jákvæð áhrif á hestinn. Maður sér ekki hvað æfingin hvaða æfing það á að vera, þá væntanlega ekki æfingin góð, þannig að mjög mikilvægt að hafa greinilegt. Og svo viljum við gjarnan sjá að sjálfsögðu að því að æfingarnir eru til þess að bæta gangtegundir, þá viljum við gjarnan sjá að þegar hesturinn í æfingunni, í rauninni það merkjum að æfingin að virka vel og hesturinn sé rétt stemdur fyrir æfinguna, það að gangtegundin góð í æfingunni og að gangtegundin jafnvel betri framhaldi á æfingunni heldur hún var fyrir.
En auðvitað ef að gangtegundin var frábær fyrir æfinguna og frábær eftir á, að þá það náttúrulega bara frábært. Hliðargangsæfingar þurfa að vera nægilega langar til að hægt sé að dæma gæði þeirra, en þó alltaf lágmark 10 metrar. Og það bara til þess að dómarinn getur áttað sig á, fyrst þarf hann að sjá, já, hann að gera þessi æfing, og svo sér hann æfingin og það þarf að vera allavega 10 metrar. Það ef það er styttra en það og ef þessi frjálsæfing sem ég var að tala áðan, að ef maður ætlar að hafa einhver æfingafléttu, það getur borgað sig að búa til einmitt frjálsæfing og lýsa því að maður ætlar að fara kannski milli æfing eða út og inn úr æfing eða eitthvað svoleiðis. Það er betra heldur en að gera of stutt. Knapi skilarinn það er gerð æfingarlista 36 klukkustundum fyrir keppni og ef við á með skilgreining á frjálsæfingu, æfingarlisti keppenda má mótshaldar ekki birta né sýna óviðkomandi aðila áður en mótið hefst og dómararnir reynilega fá bara æfingarna þegar þau koma og geta sjálfsögðu bara rétt flétti gegn til þess að en eiga ekkert að vera búin að stúdera einhverja æfinga fyrir, en það getur verið mikilvægt upp á frjálsæfingarnar að dómararnir séu búin að undirbúa það aðeins af því að það mun bara líka leiða sér betri dómgæslu. En þetta sem sagt leyndarmál eiginlega hvað fólk ætlar að gera til þess að halda upp í spennunni. Frjálsæfing á að hvetja til frumleika hugmyndaflugs og ber að taka með opnum hug. Samþykktum æfingum verður síðan safnað saman í gagnabanka og þetta sé fyrir mér að geta verið mjög skemmtilegt að smám saman, og hún á að vera bara mjög aðgengileg, að smám saman að þá er komin bara listi og lýsingar á æfingum fyrir utan þessi listi sem er grunnlistin og auðvelt fyrir knap að velja úr og fá hugmyndir að æfingum sem þau vilja gera og náttúrulega ef að verður einhver æfingar sem að verða mjög mikið riðinnar þá gerir ráð fyrir að þau fara líka inn bara á aðallistan smám saman. Þannig að það getur verið skemmtilegur gagnabanki hjá okkur. Hérna er með dæmi úr frjálsæfing sem bara okkur datt í hug að sýna. Þetta var æfing sem vakti athygli í fyrra hjá meistaradeildinni. Með frjálsæfing er verið að hvetja til frumleika hugmyndaflugs og ber að taka umsóknum með opnum hug og hérna gæti til dæmis knapi skila þessu inn svona. Teikna hestinn, ég held að allir þeir sem munu skoða það, sem að verða þá yfirdómarinn og faghóp í gæðingafimi sem að mun fara yfir þessar æfingar og samþykkja. Við munum alveg skilja þessi teikning. Það er slöngulínu með 3 bogum, afturlutan inn í bogunum, hesturinn beinn nokkra metra á milli, þetta er bara mjög vel lýst og teiknað, afturlutin haldið inn í sveigju og þetta var æfing sem að Úrlil Ambli gerði á Alvakletti í fyrra og þannig við höfum séð hana og sáum að þetta var mjög skemmtileg æfing og hún teiknaði þetta upp fyrir okkur og við ákváðum að þetta myndi hafa vægi á 3. stigi að minnstakosti 1,2 eða það er að segja að það sem við hugsuðum var að vægi af þessari að ríða á hringnum í lokuðum sniðgang sem þetta líkist mjög er 1,2 þannig að hafa þetta myndi að minnstakosti vera það vægi. Þannig að þá myndi þessi faghópur ákveða það og fyrir rest þá er til gagnabanki svona æfingar. Til þess að fara aðeins í gegnum þessi mismunandi stig þá eru gilda ákveðna reglur fyrir hverju stigi og ég byrja á fyrsta stigi af því að það er eiginlega byrjunin. Knapinn sýnar að lágmarki 4 æfingar, þar af einhliðagangsæfing sem er skylda og það er opinn sniðgangur. Knapi hlýtur einkunn fyrir 3 hæstu æfingar sínar ásamt skylduæfingunni. Sem að þýðir að það er lægsta æfingin dettur alltaf út og það er til þess að vera einlega hvetjandi til þess að einlega fær knapinn þá aðeins hærri einkunn þannig að hann má alveg mistakast í einni æfingu. Á fyrsta stigi má knapi sýna æfingar sína hvar sem er á reiðvöllunum en þó þannig að sjónarhorn dómara sé sem best og allar æfingar hafa vægi 1. Líka ef þú kemur með frjálsæfing þá mun við ekki verðlauna það eitthvað sérstaklega
ekki nema okkur finnst gaman að sjá eitthvað nýtt eða ég myndi halda það, dómarann finnst það gaman og kannski verður það verðlaunað eitthvað í útfærsluna, þess að í þá einkunn fyrir mennsku. En allavega þá er ekkert vægi á neinum æfingum. Framkvæma má líka flestar æfingar á feti og það er listi sem ég mun væntanlega sýna ykkur eftir eða sem þið getur séð inn á reglunum hvaða æfingar eru boðið fyrir fyrsta stigið. Alla gangtegundir nema fet skal sýna að minnsta kosti langlíð, skálínu, fjórðungalína eða miðlínu til þess að hljóta fullan einkunn. Þetta eru svona í grófum dráttum. Þess að aðeins færri æfingar fyrir fyrsta stigið sem að þarf að gera. Nú annað stigið, á öðru stigi skulu allar æfingar framkvæmdar án stuðnings við vegg, en allar æfingar hafa hér einnig vægi 1. Knapi sýnar lágmarki 5 æfingar, þar á skulu vera lágmarki 2 hliðargangsæfingar. Og kannski ef við tala aðeins hvers vegna er bara vægi 1 á þessum æfingum á fyrsta og öðru stigi, það er kannski til þess að koma í veg fyrir að kannski fólk keppi niður fyrir sig. Þó þú komi á fyrstu stigi og sýni mjög erfiða æfing, að þá er það ekki talið upp á við, af því að þá hefur þú kannski átt að keppa á öðru stigi, skiljið þið. Þannig að það er aðeins til þess að takmarka það og við höldum að þetta mun hafa þau áhrif að fólk keppir á bara réttu stigi. Já, knapi sýnir hérna lágmarki 5 æfingar, að þá skulu vera lágmarki 2 hliðargangsæfingar. Skylduæfing er opið sniðgang á tölti, brokki eða stökki. Þannig að hérna þarftu að ríða 1 hliðargangsæfing á vinnurhraða eins að traðanum fett. Merkja maður við eins margar æfingar og knapinn vill að lágmarki 5 og knapinn þarf að sýna þær æfingar sem merkti við. Ef að knapinn sleppur úr æfingu fær hann sjálfkrafa 0 fyrir ósynd atriði. En hins vegar, sem kemur þessu mjög mikið við, það er að ef að knapinn ríður 6 æfingar eða fleiri, þá dettur út einkum fyrir lægstu æfing hjá hverjum dómara. Sem að þýðir það að ef hann merki við 6 æfingar, ef hann ríður 6 æfingar, merki við 6 æfingar, sleppir einni og fær 0 fyrir hann, þá hefur það ekki áhrif á einhvern. Þannig að þú mátt eiginlega, og tilgangurinn með þessu, það er að knapar eru svona frekar hugaðir þegar þeir setja upp prógrammin sinn og hafa aðeins efni á dirfsku, bæði að vera með æfing inni sem að þau hugsa bara þessi, ef að stemning er góð, það getur gert þessi æfing eða þessi æfing. Hins vegar ef við finna að stemning er ekki góð, þá kannski sleppið þið. Ef við skildi láta reyna á það, og það er alveg ömurlegt, við fæum bara 1 eða eitthvað, þá hefur það samt ekki alveg ekkert rosalega mikil áhrif. Auðvitað hefur það aðeins áhrif inn í flæðið eða útfærsluna, en hins vegar þá færðu ekki 0 inn í töluna. Þannig að þú mátt eiginlega hafa 1 æfing til viðbótar þar. Já. Reglu framhaldi kemur sér smá endurtekning að allar æfingar með sveigð og stilling skal ríða á báðar hendur. Á 3. stigi er vægi á erfiðustu æfingunum stigvaxandi til að hvetja til að gera krefjandi hlutir. Á 3. stigi er skylt að ríða hliðargangsæfingar á tölti, þess að það er skylda að ríða hliðargangsæfing á tölti. Skeiðið hefur einnig vægi, það er reyndar á öllum stigunum. Svipaðu æfingar og ég skal sýna ykkur það aðeins á eftir og það er til þess að hvetja til skeiðsýningar. Það eiginlega gerir bara það að skeiðengun hækkar sjálfkrafa aðeins ef að maður sýnir skeið og það er vegna þess að það virðist vera svolítið erfitt að fá hátt fyrir skeið þegar er sýnt inni bara því að það er minna svæði þannig að þú nær ekki upp eins mikið hraða. En við viljum mjög gjarnan sjá allir þetta í þessu og þeir þurfa líka þá að sýna bara 1 töltatriði. Og fá, gangtegundir skal sýna á beinum leiðum einnig, ekki bara á sveigðuspori. Síðan gilda alltaf 2 bestu gangtegundir fyrir utan tölt sem að gildir alltaf 33% hluti af töluna fyrir gangtegundir og fegurri reið. Tímamörk, tímamörk getur stærri aðeins samantekt vallarins, það er endanlega ákveðið af mótstjóra, stendur í reglunum. Það er svona aðeins samantekt af reglum almennt. Nú hérna sjáum þið eitt skjal og þetta er skjalið fyrir 3. stigið. Nú veit ég að það er sjálfsagt svona frekar lítið letur í þessu en svona lítur það út fyrst áður en er búið að eiga við það
og, og þetta svolítið ástæðan fyrir því hversu vegna við viljum fá sko, æfingarnar á undan og það líka bara þannig að þeir sem að ríða geðingafimi, þeir orðið vita hvað þeir munu gera, en við höfum líka þetta svigrúm. Þannig að þegar knapinn er búinn að velja, að þá hreinlega fara allar æfingar sem hann ætlar ekki að nota. Þannig að þau verða svona. Og þá sjáum þið að í staðinn fyrir þetta blað hérna, sem nú ansi margar æfingar þarna efst og getur verið erfitt fyrir bæði ritara og dómara að bara fóta sig í þessu að reyna að finna rétta æfingu á réttum tíma og fyrst að reyna að sjá hvað þetta er og svo framvegis. Þá þegar dómarinn opnar skjalið sitt, þá kemur þessi listi fram og hérna er til dæmis búið að velja að gera opinn sniðgang á stökki, lokaði sniðgangur á miðlínu, á tölti, aftur útásnúning á tölti, slöngulínur á brokki og svo framvegis og það eru bara þessar sko 6 æfingar sem að dómarinn veit að viðkomandi mun gera, þannig að það auðveldar hans starf töluvert. Síðan hefur hann möguleiki til þess að fylla inn fyrir allt sem að knapi sýnir að gangtegundum og það kemur út sem meðaltöl, en hann getur samt, vonaði þið sjáið píluna mína, það kemur samt út þannig að hann getur ákveðið sjálfur hvað verður endaleg tala, þess að hann getur hækkað töltið til dæmis skulum segja það þá, skulum segja hann hækkar töltið af því að það er sýnt alveg frábært jafnvægi á tölti og kannski afturútásnúning á tölti, eða þá hann ákveður að lækka töltið af því að alltaf þegar hesturinn á að fara að gera einhver æfing annað en að fara að beinta, þá er hann bara á lulli eða hoppar eða eitthvað svoleiðis, þannig að það getur líka virkað í þá átt. Nú varðandi dómgæslu, þá verða dómarir menntaðir reiðkennarar með gæðinga- eða íþróttadómarapróf eða eru nú þegar reyndir gæðingafimi dómarar úr æfingarhlutanum, pluss að fara á námskeið. Og ég held að þau sem hafa haldið einhvers konar gæðingafimi mót, að þar hafa bara verið valið mjög hæft og gott fagfólk sem hefur reynslorið af dómgæslunni og eru bara mjög hæfi til þess að dæma þetta með smá námskeiði og við sjáum fyrir ykkur að þessi hópur mun síðan þróa sig áfram að verða ennþá faglega sterkari faglega. Og já, dómararnir sem sagt hafa listi yfir atriði sem að knapinn mun gera, sem að lítur svona út. Og síðan er stefnt að því og það er verið að leggja drög að því, veit ekki hvort við náum að gera það í dag, en stefnt er að því að það sé dæmt í beinni. Það er að segja að áhorfendur geta fylgst með dómum. Og það er að segja að þegar dómari slær inn tölu, að þá kemur það upp á skjá og núna í dag náttúrulega eru allir með skjáir, þannig að það er þess vegna hægt að hafa þetta inn á framtíðin sé man alltaf fyrir sér að þetta kemur inn í kappa, en það er kannski ekki alveg strax af því að það er sjálfsagt að gera svolítið því, en það er hægt að þetta komi upp á meðan knapinn er að ríða, það getur séð að hann reið opinn sniðgang, svo sér þú dett inn tölu fyrir opinn sniðgang. Ok, svo kannski er einhver dómari sem að skiptir skoðun eftir smá stund, bara hugsa, nei, þetta var allt of lágt hjá mér, ég verð að gefa einu meira, það getur vel verið, þá er það bara eins og það er. Þá held ég að maður fær miklu betra innsýn í það sem að dómarinn gerir og ég held að það mun auka traust milli áhorfenda, dómara og knapa og ekki síst er náttúrulega mjög spennandi að horfa á keppni og þú sér strax töluna. Í staðan fyrir að horfa á heila sýningu, það er líka skemmtileg skiljiði en það þarf maður ekki að horfa á tölunar en ef maður vill þá getur maður gert það. Og það sér maður tölunar detta inn allan tíman, þannig að maður getur séð hvernig gengur að knappanum. Sérstaklega kannski ef maður er ekkert alveg inni í hvernig virkar þetta dómkerfi. Og þannig að þetta er mjög menntandi líka fyrir fólk að horfa á það og þetta sér maður, hugmyndin að þessu höfum við svolítið frá þetta er í hestaíþróttum á stórum hestum, í dressúrheiminum, og hindrunarstökk, víðavangshlaup, þar stendur, ef það er svona alvöru útsending, þá er alltaf neðst bara hvað fær knapinn allan tíman og það stendur meira að segja hvaða röð hann er. Og kannski getur maður sett þetta yfir í aðrar íþróttagreinar. Og mér finnst þetta svolítið mikilvægt vegna þess að við erum stundum að tala um að það er ekki nógu mikið áhorfendum og svona á hestamótum. Og ég held að þetta sé bara svolítið mikið út af því Ég er nú frá landi ég er frá Noregi og sem er svona skíðaþjóð og þar eyðir fólk jafnvel heilu helgarnar að horfa á skíðamót með fólk sem labbar út í skógi á skíðum. Og ég held að þau myndu aldrei gera það nema það væri fyrir því að á skjánum það stendur hérna millitími. Núna er hann í þessu sæti.
Nú er hann í þessu sæti, nú er hann þarna í brautinni, þannig að þú hefur alltaf upplýsingarnar. Annars myndi enginn horfa á þetta. Þetta er alveg sko þjóðarsport eiginlega að sitja að horfa á fólk labba í skóginum á skíðum. Og það er örugglega bara út af, ekki bara, já, en mjög mikið út af upplýsingaflæðinu sem maður hefur allan tímann. Þannig ég sé þetta fyrir mér svona til þess að taka þetta aðeins lengra fyrir alla mótshaldara, að þetta hlýtur að vera bara framtíða tónlist. Ef við sjáum bara fyrir ykkur fjórgang og knapinn ríður tölt, detturinn talar fyrir tölt, svo skiptir hann yfir í brokk. Það gerir það miklu skemmtilegra held ég. Og þetta á að vera hægt í þessu og kannski ekki síst mikilvægt vegna þess að þetta er kannski, og margir segja þetta sé aðeins flókin grein, erfitt að skilja hvað er verið að dæma, en ég held að þetta getur virkilega skýrt þessu. Varðandi dómgæslu þá er búið að vinna leiðara og leiðararnir eru að finna í skjalinu. Þessi leiðari hérna til dæmis gildir fyrir Fegurðarreið og þetta er svolítið svona Fegurðarreið er eiginlega tekin upp úr gæðingaleiðaran, hins vegar dæmdar gangtegundir á íþróttaleiðaran, eiginlega notum bara íþróttaleiðaran til þess, en Fegurðarreið náttúrulega er ekki íþróttakeppni, eða heldur gæðingakeppni, þannig að þetta er svolítið svona samtvinning og er þessi leiðari hérna tekin upp úr lýsingum í gæðingakeppni og sett inn á íþróttakeppni skala og svona pínulítið verið á nútímavæða kannski og tekið svona aðeins í sundurgreind. Þannig að það er vinnan sem er búið að fara fram og mun halda áfram að fara fram þegar við höldum áfram að bæta greinin. Og hér er síðan leiðari fyrir flæði, útfærsla og reiðmennska sem að þið getið líka kíkt á. Hvað er hérna, þannig að ef maður tekur reiðmennsku þá viljum við gjarnan sjá áræðinni, dirfsku en tillitssemi. Þannig að þetta er svona kannski aðeins leiðandi líka fyrir hvað dómararnir vilja sjá. Æfingar hafa góð áhrif á hestinn, frumlegheit, reynir að öll stig þjálfunarstigans. Þar myndi að sjálfsögðu vera þannig að ef þú ert að keppa fyrsta stigi þá er átt við þau stig sem að þú átt að keppa eftir. Þannig að þú ert ekki takmarkaður niður í eitthvað neðar af því að þú ert að keppa fyrsta stigi. Þannig að það er bara tekið inn í dómgæslunni. Þá er ég búin að fara svolítið yfir reglurnar og hvernig þetta er tilhögunin er með úrslit og hvernig maður velur sér æfingar og svo framvegis. En það sem er fyrir mótshaldara, og það er pínulítill pakki af því að við erum með mótshaldarapakka til þess að auðvelda mótshöldurum. Hún kemur reyndar ekki alveg svona, en þetta er til þess að auðvelda mótshöldurum að halda mót og þar er gátlisti fyrir bara það sem þarf að gerast. Inn í þessu nauðsynleg skjöl og það er líka knapa gátlisti sem er hægt að senda á knapa sem eru að skrá sig, þannig að þau vita þarna svona langt fyrir þær að skilinni. Æfingarlista og svona aðeins auðveld atriði. Þannig ég kem aðeins að því hvað er mótshaldarapakkanum eftir, en tölvuhópur er líka búið að stofna. Það er fyrir alla reyndar, eða fyrir mótshaldara og núna náttúrulega er heimurinn þannig að hann er býsna mikið rafrænn. Þannig að þessi tölvuhópur sem er samsett af eins og er af 2 frábærum einstaklingum og verður væntanlega fleiri með tímanum, en þau tóku þetta að sér allavega í bili og þau eru ætlað að aðstoða að minnsta kosti rafrænt ef haft er samband tímalega við starfshópinn. Það er að vera tiltæk fyrir mót og að meðan á mótinu stendur til þess að hjálpa til með skjöl og ef eitthvað fer úrskeiðis. Ég reyndi að hjálpa til á einu svona móti fyrra, bara héðan, og það var mótið í mitt fyrir sunnan og það er ótrúlega mikið hægt að gera núna rafrænt og þau ætla meira að segja að fara aðeins að milli bara í eigin persónu og passa upp á að þetta gangi vel til þess að hjálpa fólki af stað með halda mótin á góðan hátt. Þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvernig það virkar. Þessi gátlisti fyrir mótshaldara, bara svona í stuttumáli, lítur svona út. Ég tók þetta bara niður á skjáinn, sem sagt. Það er bara þegar mótið er auglýst, þá þarf að tilgreina æfileikastig og boði, bla bla bla. Það er bara svona allt sem að þarf að hafa í huga. Knapi skilar æfingarlisti, þegar það er búið þá þarf að fara yfir listan og svo framvegis.
Fyrir mótið þarf að gera Excel dómskjal fyrir hvert knapa. Þetta bara það sem maður þarf að gera fyrir, þannig að maður þarf ekki endilega að leita sér til í reglunum, heldur ætti þetta að vera listi. Og ef þið sjáu, þið sem eru mótsaldarar, eitthvað sem vantar, þá viljum við gjarnan bæta úr þessum lista. Já, hvað á að gera á mótsvæði, hvernig það að vera, setja upp dómaraborð með tölvur og tryggja nettenging og gögn, hafa 2 tölvur á dómara ef dæmt í beinni og gefa knöpum tíma til að venja hestana við dómborðin, það líka mikilvægt. Hvað á þulurinn að gera, bjóða hverjum keppna velkomin og tilgreina þegar hann hefur 30 sekúndur til að hefja sýningu, tilgreina þegar mínúta eftir, þetta svona til þess að aðeins að skýra dæmin. Ef við ætlum að dæma í beinni þá gæti verið, við erum að finna lausnaði núna hvernig hægt að gera það án þess, en þá líka hægt að hafa einn aukaritari sem kallað hérna á þessum stórhestamótum, þau kallaðu þau bara hreinlega button pusher sem situr bara og setur inn í tölvurnar sem dómarinn eða sem ritarinn gefur og það fer þaðan inn í beinaútsendingu. Og síðan fyrir úrslitin, draga skal ný röð inn í úrslitin eða hafa öfuga röð miðað við forkeppnina og síðan að leyfa keppendum að breyta æfingarlista fyrir úrslitin. Og þá þarf að sjálfsögðu að gefa minnstakosti 15 mínútna hlé, annars ekki hægt að bæði leggja á að gera allt saman. Og svo stendur hérna líka að mótsaldarar að sýna hinn mesta lipur fyrir að gera það mögulegt fyrir knappa að breyta. Síðan líka knappagátlisti. Þegar mótið auglýst þarf að skrá sig, síðan æfingarlista þarf að skila inn 36 klukkustundum fyrir mót. Ef frjálsæfing, þá þarf að skilgreina hana. Yfirdómari getur hafnað æfingu ef hún telst of létt fyrir viðkomandi stig, fyrst og fremst. Eða kannski þarf að stundum bara leita aðeins betri upplýsingar. Skila þarf inn eigin tónlist. Þetta var svona, og í keppninni þegar braut mun þulur til, og þá veit keppandi aðeins hvað hann á að búast við, þá mun þulurinn tilgreina þegar hefur 30 sekúndur eftir, nema ef þú ríður bara beint og byrjar. Knapi hefur sýningu með því að hneigja sig greinilega, en þá hefst einni tónlistin. Þulur mun tilgreina þegar mínúta eftir á tímanum, sem og þegar tíminn að klárast. Og þegar tíminn klárast, hætta dómari að dæma, og ef æfingar eru eftir, fær knapinn 0 fyrir þær. Knappinn hneigir sig greinilega þegar hann lýkur verkefninu. Úrslit, mótshaldari mun tilgreina hvort úrslit verða riðin. Knappi hefur möguleika að breyta æfingarlista fyrir úrslitin, gefa skal að minnstakosti 15, þetta endurspeglar einlega hinn listan. Gögn sem hann á að hafa og á að fá, það æfingarlista til að fylla út og síðan reglurnar hérna og leiðara náttúrulega eru þar undir líka. Já, nú klukkan að vera 12, þannig að skulum sjá, hvað þess að hérna, kannski bara stop share. Ég veit ekki hvort að þið eru hérna einhverjir inn á sem að hafa einhverjar spurningar. Sjá hérna aðeins. Hæ, takk fyrir frábæra kynningu. Við erum hérna með þér, Metta. Já, takk. Gott að heyra. Þetta var svo skýrt að þú verður ekki spurð að neinu. Ég held það. Það að gera samt. Eitthvað sem að þið tóku eftir að gleymdist þarna, sem að voru að Nei. Þú ert frosin. Ég? Já, þú ert frosin, já. Var eitthvað sem að gleymdist eitthvað? Nei, ekki var það sem við náðum, alls ekki, þetta bara fór lið fyrir lið. Þá ef það ekkert
Ég var nú tilbúin hérna með líka sko að sýna hvernig þessi dómskjöl virka sko bara til þess að hérna Núna. Hann að sitja. Verðum að setja inn á vellinum. Nei, þetta henni, hún að fara yfir úr. Við setjum henni upp eins og annað. Já, nú. Þá hérna Við vunum dómar að sitja inn á vellinum, spyr Hannes Miðsang. Munu dómari sitja inn á vellinum, já. Já. Það sem er ekki hægt að sitja fyrir utan, það bara gerum við ráð fyrir að það verði, já. Já, verðum að vera bara alveg upp við miðja langhlið, bíl á milli okkar og sett með kaðli hefur oftast verið gert. Það verður að vera þannig áfram. Það er ekki hægt að vera fyrir utan. Já. Ég er aðeins að spá í þá bara kannski að rétt að sýna hérna skjalið sem að hérna dæmt eftir bara til þess að sýna aðeins hvernig þetta virkar. Þannig ef að þið myndu mjúta ykkur aftur þá get ég hérna sýnt það og fara úr myndavél. Já. Þetta var ekki rétt, nei, svona, nei. Erum við þá inn á fundinum aftur? Getur einhver gefið mér hérna þumal upp eða eitthvað ef þið heyrið eða er þetta horfið eða? Heyrir þú í okkur? Já, ég heyri. Ok. Já, við bara, og það var allt frosið í okkur, við bara gá hvort þú heyrir í okkur ennþá. Ok. Einmitt. Nei, ég var að spá í hvort ég á kannski að sýna þetta bara hérna hvernig þetta skjal þá virkar ef að við erum ennþá í útsendingu. Já. Erum við ennþá í útsendingu? Jú, endilega gera það því að það er engar spurningar, bara aðeins rétt að sýna það. Já, þá ætla ég að sýna sko eitt hérna tilbúið skjal fyrir hérna sem að sko þegar þetta komið, þess að það er búið að fela upphaflega, passið þið bara hérna Súsanna mjúta þig líka kannski. Já, svona já. Þegar þess að fyrst náttúrulega lítur einlega skjalið svona út sko, þá eru allar æfingar hérna inni og náttúrulega mjög mikið af hérna mismunandi sem maður getur gert. Síðan þegar búið að skila inn þá lítur það svona út. Og þá hérna sést vægið hérna, þetta er náttúrulega þriðja stig núna. Hérna og þar getur dómarinn að setur inn fyrir hægri og vinstri hönd, þannig að ef við til dæmis förum og við getum séð aðeins hvernig þessi mismunandi vægi virka, þau hafa nefnilega frekar mikil áhrif. Og það er kannski best að taka fram líka að það er engin æfing nokkuð tíma sem hefur vægi undir 1, þannig að það er hægt að í rauninni fá 10 fyrir allt eða þannig sem að telur inn og jafnvel meira. Þannig að ef ég til dæmis gefi bara hérna 7, náttúrulega bara mjög góð einkunn, manni alltaf sagt allavega. Ef við gefum 7 fyrir öll atriði hérna, þá sjáum við hvernig þetta hækkar, sem sagt. Opið sniðgangur hækkar í 7,7, lokaður sniðgangur á brokki og stökki hækkar í 9,1. Það er ansi drastiskt sko. Þannig að það borgar sig bara, ef maður góður í því, það borgar sig að gera það. 8 nú bara með vægi 1, þannig að það heldur sig bara í 7, en hérna sjáum við búin að gera svolítið æfingum sem eru með vægi allar, þannig að hérna fer þetta alveg upp í sko 9,8 þó ég fæ bara 7 í einkunn.
Hérna fær upp í 7,7 aftur og svo þessi frjálsæfing sem ég valdi þá að gera æfingin hennar úrlild dæmis hérna sem fær 1,2 og þá gerir það 8,4. Síðan fer dómarinn að hann getur þá fyllt út, segja bara ok, hann ríður sko hægt hölt upp á 7, ég ætla að halda mig við 7 af því að það er svo fín einhvern, hann ríður síðan greitt hölt upp á 7 líka, síðan hann reynda sko búinn að ríða lokaðan, 8 hölt, hann fær ekkert meira en 7 fyrir þetta, hins vegar hann kannski með sko, hann sýnir sko brokk, sem segja hann sýnir hægt brokk, og hann sýnir líka reyndar sko aðeins millifæra brokk, heldur sér í 7 en síðan sé það að hann náttúrulega mjög góður í lokaðan sniðgang á brokki og hann gerir líka taummu gefin á brokki þannig að hann getur bæði sýnt sko söfnun á brokki, hann getur líka sýnt fram og niður á brokki þannig að hann sýnir býsna gott góða stjórn á brokkinu, bæði hliðastjórn og líka lengdarjafnvægi, hann getur safnað hestinn þannig að ég ætla bara að gefa honum 7,5 samt. Ég hefði getað að gefa honum 8 sko. Og þá kemur það inn, þess að hérna það bara 7 sem hann kemur út á tjaldinu og hann ekki að gera neitt sérstætt annað á tjaldi sem eitthvað og hann bara svona. Þannig að þá heldur hann sér bara í 7. Stökkið hins vegar, þar hann sko, sýnir hann hægt stökk. Þetta svona knappi sem ríður svolítið hægt og síðan sýnir hann líka reynda sko lokaðan sniðgang á stökki sem og sýnir líka stökk með hraðamun, svona flott stökk með hraðamun. Og ég ætla líka að hækka hann upp í 8 hérna þegar það var svo frábært þessi lokaði sniðgangur og hvað hann hefði góða stjórn. Vist það hægt að færa rök fyrir því allavega, þó að þetta náttúrulega svolítið mikið að hækka heilan. Síðan skeiðið og hvernig það virkar þannig að ef hann fær 7 fyrir skeið, þá hækkar það upp í 7,7 sjáðu. Þannig að og ef það var einhver alveg sérstaklega kannski flott útfærsla eða sýnd upp á báðar hendur eða eitthvað svona, þá getur dómarinn alveg sagt að ok, ég ætla að gefa honum þá 8, ég þarf að gefa honum 7, þá kemur það út í 7,7, einmitt. Þannig að hann getur haft aðeins áður hérna, síðan kemur fyrir reið, hann fær nú bara 7 fyrir það líka. Þannig að með því að gefa svona allan jafnan og hann fær líka 7 fyrir reiðmennsku, bytta hann við. Það gerast eitthvað, það var ekki gott. Ég var nefnilega að prófa þetta áðan og kom hérna út tala. Og vandar hérna. Þá þarf ég að fá hjálp frá Guðrúnu sjálfsagt. Af því að núna fæ ég ekki upp hérna réttu töluna. En allavega þetta á að virka, það gott að komast að því núna. Það getur verið að ég vista skjali vitlaust eða eitthvað svoleiðis. Þetta skjal sem að ég sett upp. En þannig ég fæ ekki út einhvern fyrir, ég fékk það nefnilega áðan sko, fékk ég upp einhvern fyrir ég hef ítt á einhvern vitlausan takka. En allavega þá myndi blaðið virka svona, þið sjáu hvernig þetta kemur út hérna. Þetta þess vegna sem við erum með sko, tölvu sérfræðinga sem eiga að vera með okkur í þessu til þess að standi ekki allt í einu div einhvers staðar. Hún getur kannski skýrt hérna fyrir mig hvað ég er búin að gera vitlaust líka. En allavega svona virkar skjalið. Sjá, stop share hérna. Svona. Veit sko að Guðrún hérna og getur kíkt eitthvað á þetta fyrir okkur líka. Einhverju fleiri hérna spurningar. Ég held að sko ef það ekki, að þá næsta dagskrá, þá að horfa á mótið. Og það verður sjálfsagt þá sett inn á Facebook síðu Alendis og það verður byrjar klukkan 12, það bara 20 mínútur þannig að nú hafa allir tíma til þess að fá sér smá snarl og fara á klósettið og setja sig fyrir fram að sjónvarpsskjái og við Telma Tómasson ætlum að lýsa mótinu fyrir okkur. Og þetta verður líka dæmt, dómararnir dæma vonandi virka skjölin þeirra þá núna. Ætli Guðrún sé ekki að fullu að passa það sé í lagi. Þannig að í bili þá kveði ykkur allavega héðan frá Þúfum í Skagafirði og sjáumst í Ingólfshöllinni í Ölfusi.